Náð sé með yður og friður frá Guði föður og drottni Jesú Kristi. Amen. Það er oft verið hefði verið að klappa þegar eitthvað kemur upp á svið. Það verið hjartanlega velkomin á styrktartónleika fyrir hann Tryggva og fjölskyldu. Hér ætla við að eiga notalega stund og þið eru svo rosalega heppin að ég áttum á því að þið eru ekki komin hingað til að hlusta á mig. Heldur tónlistina sem skiptir aðalmáli. En ég ætla að koma hérna upp svona aðeins til að athuga stemminguna öðru hverju kynni en atriði. Ég heiti Kristján Arason og er sóknarprestur í Breiðabólstaði prestakalli. Og hingað koma 3 kórar og fullt af flytjendum öðrum sem ætla að syngja fyrir okkur. Og ég vona að bara sé góð stemming. Er ekki stemming hjá okkur? Ég oft svona vilja byrja með að segja mjög góðan brandara til að athuga hvort það sé ekki stemming. En fyrst nokkur praktísk atriði að við ætlum að setja símana á silent eða slökkvaðum eða setja það á flugstillingu. Athugið samt að þið setja á flugstillingu og þá getur hún ekki flogið. Þið getið betur, eða það ekki? Er ekki gaman hjá okkur? Þetta var mjög góðu brandari. Herru, það annars er að vera komið fyrsta atriði hjá okkur og það eru kirkjukórar Breiðabólstaði prestakalls. Mér langar að segja ykkur það að ég er búinn að vera að æfa með kórnum á fullu. Svo fyrir svona 2 vikum þá segir Guðjón Halldór við mig ert þú ekki til að vera kynnir á þessum degi? Og ég hugsaði bara, jú, frábært. En svo komst ég að því áðan að það var að því að hann vill ekki að ég syngi með kórnum. Kórinn hefur stækkað og ég vona svo sannlega að þið sjáu að þetta er flottur kór og ég vil sjá okkur í messu oftar. Er það eitthvað sem við getum tekið að okkur, er það ekki? Það er líka svo hættulegt að ég sé fullan sal og þá langar mig að tala því það er ekki alltaf þannig í kirkju. Kórinn ætlar að syngja fyrir okkur 3 lög. Fyrsta lagið er Smáinir fagrir, textin eftir Jónas Hallgrímsson og lagið eftir Jónas Nordal. Næst og eftir er svo lag sem heitir á íslensku Sjá okkur heim. Haukur Már Ingólfsson íslenskaði textan eftir John Rutter. Og síðasta lagið er kannski ekki sem þið muni heyra í venjulegri messu. Það er lagið sem heitir Að lindum, textin eftir Friðrik Guðna Þorleifsson, en að ræða franskt þjóðlag frá því 1500. Gerðu svo klappinu fyrir kórnum.
Já, ég sé að þið hafi ekki eins og úthaldið að klappa meðan að labbaði burtu. Hvað þetta? Má ég heyra ykkur? Stórkostlegt. Mér láðist að segja það áðan að hérna var harmoniku snillingur, hann Víkingur Almar Árnason, 14 ára, hann búinn að læra hjá afa sínum, Grétari Ásól, og spilaði hérna kortir áður en að tónleikarnir hófust. Formulega, það var vel gert. Eins og sjáu þá eru öðlingarnir að koma sér á svið. Og áfram það Guðjón Halldór sem organisti, kórstjóri. Það eru 3 lög sem þeir ætla að flytja fyrir okkur. Fyrsta lagi heitir Ríðum Sveinarsen. Það segir hérna lag og texti höfundur óþekkur. Það þú, Guðjón Halldór? Nei, það óþekktur, já. Vorganga, það lag eftir einhvern Jens Sigurðsson og text eftir Jón Ólafsson. Svo það Vor í Þórsmörk, lag Jón Þorsteinsson og text Guðjón Helgason. Gjörðu svo vel. Ríðum Sveinarsen saman fljóð og menn, fold í flokkum menn. Brosir móti blí, blessuð fjallahlíð, svo mæt sem mærin því. Yfir Arnar ból, Arnardal og hól, sest sól, sæmi tindastól. Látum skella hófið hellu, hart svo járnin fari mót, og neistum sindri grjót. Yfir Arnar ból, Arnardal og hól, sest sól, sæmi tindastól. Látum skella hófið hellu, hart svo járnin fari mót, og neistum sindri grjót. Húrra! Syngja fagurt lifnar vor. Þannig vil ég andan yngja eflist við hvert spor. Andinn svífur, gráfur, gefast ég gengum engi, lengi, beðið eftir því. Eftir þér. Niður brekkur lækir liðast eins og skott. Lögmálinu ljúfir list ei höfgadott. Fugl í vatn í gúmmískónum gerir ekkert til. Í sokka
sætum með í. Nú vorið gengið inn í garðinn græni, blærinn kominn allt í kringum mig. Kringum mig og þig. Allt nú í góðum gangi, gæfan mér við hlið. Finnst mér eins og lækinn langi að leika fossa nið. Gott þegar ganga vorsins gefur sálar frið. Lygnar foldar frjóti lífsins faðmar sólskinið. Æðir birtast, grundir gróa, þá gaman út að gleðjast, einn og leika sér. Leika sér með þér. Leika sér með þér. Ganga mína vermir, vorsins mildi blæ. Yfir fögrum fjallum, friður himinn þæ. Limið fer að laugast og litla blómið græ. Limið fer að laugast og litla blómið græ. Og litlu skáldin ljúfu sér lyfta grein af grein. Þau syngjum ást og una, öll nú fjarri mein. Dalinn færa greini, þar döggin svala rein. Dalinn færa greini, þar döggin svala rein. Í mánans milda skini man þig skógarönd. Allt var inni blandi æsku draumalönd. Ég fell að fótum þínum, mig fjötra tryggða bönd. Ég fell að fótum þínum, mig fjötra tryggða bönd. Ég fell að fótum þínum, mig fjötra tryggða bönd. Næsti kór á svið Karlakór Rangæinga. Einar Þór Guðmundsson kórstjóri og þeir ætla að flytja okkur 3 lög. Undir svörtum dröngum, sænskt þjóðlag en Þórarinn Hjartarson gerði textan. Ég er komin heim, Jón Sigurðsson gerði þann texta.
Og svo ætlar að enda á laginu Rangárþing, það sem lagið eftir Björgvin Þótt Valdimarsson og texti eftir Sigurjón Guðjónsson. Gefið þeim gott klapp. Blátt rúmið fremst í dalnum, í fjallasalnum, það rísa svörtu drangar undir þeim tónar óma hái, því einhver fiðlustrengi stillir. Fiðlari sá fjárri góður og eins og góður, hann taktinn slær og þetta drefur að fólk sem dansið þrái, í dansið þælir það og trillir. Tónafjöldin tekur völdin, teygist það fram á næturnar, verða dansa, viðleist dansa, við glóran öll í fæturnar. Fiðlari sá á fögrum bala, hann felur hala og klaufir innan fata hatturinn geymir hornin bæði, já eðlir fela fögur klæði. Einn og tveir síðan meir ekkert verður eftir hér nema þessi fæður sem dönsuðum alla nætur fram á morgun. Tralla-la-la-la-la-la-la-la, 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 tralla-la-la-la-la-la-la. Einn og tveir síðan meir ekkert verður eftir hér nema þessi fæður sem dönsuðum alla nætur fram á morgun. Tralla-la-la-la-la-la-la-la, 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 tralla-la-la-la-la-la-la. Tónafjöldin tekur völdin, teygist það fram á næturnar, verða dansa, viðleist dansa, við glóran öll í fæturnar. Fiðlari sá á fögrum bala, hann felur hala og klaufir innan fata hatturinn geymir hornin bæði. Svo Aristína, viltu dansa? Hey! Er
Ég fór í heimsókn til Tryggva og Jóhann núna í síðustu viku, bara til að fá aðeins fréttir að þeim, hvort það var einhverja skemmtilega sögur sem ég geti sagt að þeim og svona. Og það var náttúrulega, það eru upplýsingar frá Tryggva að þetta ætti að vera eins mikið neðan belti svo hægt væri. En að þetta nú í streymi þá kann ég ekki við það. Annars hefði ég gert það, alveg bókað. En mér langar samt að segja ykkur smá sögu sem gerist á kallaklósettinu. Það var nefnilega þannig að Tryggvi fór einu sinni á klósettið. Þar voru 2 menn að pissa. Og svo komst það neðið þegar hann fór að spjalla við að þetta voru læknir og lögfræðingur. Og þeir voru búin að pissa. Þá labbaði læknirinn af vaskinum og sagði: ég lærði í Háskóla Íslands og það snýst allt hreinlæti. Og hann þvoði sér alveg upp á olnbogum, þvílíkt mikið að sápu sko. Og þurrkaði sér svo með einhverjum 20 svona þurrkum. Svo kom lögfræðingurinn: ég lærði í Harvard. Þar var okkur kennt að það skipti mestu máli að hugsa náttúruna og nota sem minnsta vatn og hægt er. Og rétt bleitti svona fingurgómana og var svo sjálfur með fjölnóta tusku á sér til að þurrka sér. Og Tryggvi horfði á svona: ég lærði á skóum en maður á ekki að pissa puttan á sér. Annars svona flest allt að vera klárt fyrir næsta atriði. Sýnist mér, ég held að Guðjón Halldór sé ekki upp á sviðinu í næsta atriði, ótrúlega sagt. En það eru Sigurður Anton Pétursson og Agnes Lín Pétursdóttir sem ætla að syngja fyrir okkur 2 lög. Og fyrra lagið sem þau syngja ég held að hefur verið má ég sjá, það þarf fólk eins og þig. Það fyrra lagið sem þau ætla að taka. Svo kynna þau bara seinna lagið sjálf. Eru tæknimenn að vera búnir? Stórgott, þá skulum við bara gefa þeim gott klapp. Tekur smá stund fyrir pappa að koma sér fyrir. Hann eldri. Það þarf fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig, frá bláa lónsböðum að nyrstu sjávarströnd, frá velþekktum stöðum út í ókunnuð lönd. Þarf fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig. Ef dimmir í lífi mínum hríð, eru bros þín og hlýja svo blíð. Og hvert sem þú ferð og hvar sem ég verð, þarf fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig. Það þarf fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig, frá hlíðum Akureyrar inn í grænan Herjólfsdal, frá Hallormsstaðaskógi inn í fagran Skorradal. Þarf fólk
þig, fyrir fólk eins og mig. Ef dimmir í lífi mínum hríð, eru bros þín og hlýja svo blíð. Og hvert sem þú ferð og hvar sem ég verð, þar fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig. Ef dimmir í lífi mínum hríð, eru bros þín og hlýja svo blíð. Og hvert sem ég ferð og hvar sem ég verð, þar fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig. Þar fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig. Já, við erum eins og kom fram hjá kynninum, þá erum við systkini, Sigurður Anton og Agnes Hlín. Þetta er Pétur Halldórsson, hann er pabbi okkar, fyrir þá sem ekki vita það. Og svo fengum við hana Ingibjörgu Erlingsdóttur lánaða sem svona sérlega fósturmóður í tónlist. Hún ætlar að sjá undirspilið með okkur. En við ætlum að syngja annað lag og það er Ólýsanleg. Sól á himninum skín, aldrei skugga minn sér. Hún bjó hann samt til, hann fylgir mér. Já, eins er ástin sem ég til þín ber, ólýsanleg. Kyssast skuggar kvöld, renna saman í eitt. Leysast svo upp í nær ekki neitt. Já, eins er ástin sem ég til þín ber, ólýsanleg. Sér skuggi og ljós, jörð, tungl og sól, leika sér himninum á og eiga þar skjól. Svo er stjarna á himni sem lýsir upp eilífa nótt. Jörðina, himnan og mig, í
sem í fjarlægð smátt. Milljónir stjarna sem aldrei sjást. Já, eins ástin sem ég til þín ber, ólýsanleg. Leika sér skuggi og ljós, jörð, tungl og sól. Leika sér himninum á og eiga þar skjól. Svo stjarna á himni sem lýsir upp eilífa nótt. Jörðina, himnan og mig í sandinum spót. Sólina, hafið og þig, tveir skuggar vor. Eins ástin sem ég til þín ber, ólýsanleg. Eins ástin sem ég til þín ber, ólýsanleg. Stórkostlegt, alveg hreint. Við höldum bara áfram. Næsta svið hún Aðalheiður M. Gunnarsdóttir. Hún var að tala áðan, ég mætti segja einhverja brandara sig, en svo átti hann að við þekkjumst ennþá svo lítið að ég hafði ekkert að segja hana. Annað en bara hún stórkostleg. Gjörðu svo vel. Ég nefnilega kann ekki alveg heldur, ég þarf að fara að finna brandara af þér. Þannig við þurfum að fara að kynnast, þannig að þetta getur... Heiðu, gaman að sjá svona marga vera hérna. Markus minn, ertu til að hækka líka, fyrir mig? Já, fínt að þetta er nálægt, maður að sjá svolítið. Jam. Þetta er allt að koma. Við líðum svo prinsessu eitthvað. Bara ógeðslega mikið einhvern veginn. Ég er Alla og ég hafði samband við Jónu og spurði hvort það væri ekki eitthvað svona uppáhaldslög eða eitthvað svona sem að þau fíla. Þannig ég veit ekki hvort sé uppáhaldslögin hennar Jóhunu eða Tryggva. Þannig að mér langaði bara að syngja eitthvað sem að þau myndir nenni að hlusta á. Ég ætla ekki að taka einhverja óperu ég veit ekki alveg hvað margir eru eftir. Þá kom lagið Jolene eftir Dolly Parton. Maður reysir bara manna sem það
Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare. Flaming loves of open air with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep him from crying when he calls your name, Jolene. Now we can easily understand how you could usually take my man, but you don't know what it means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. You can have your choice of men, but I can never love again. He's the only man for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you, and whatever I decide to do, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him even though you can. Jolene, Jolene. Takk fyrir, og eins og þið heyrið þá hefur hann Hæsilíus komið náttúrulega í heimsókn, þannig að maður bara þið takið vilja fyrir verki. Heyrðu, ég er actually ekki Bubba-fan, ekki svona ný Bubba-fan, þú veist, ég fíla hann svona í gamla daga, en það kom svona óskalögin, var eitthvað með Bubba og ég bara ég verð ekki að syngja Bubba, svo bara fór ég að hlusta á þetta lag og bara, heyrði, þetta var bara mjög bara skemmtilegt lag, þannig að ég fór að googla á Messenger listan sem við vorum að syngja, hann lítur að spila gítar, hann Gretar, þannig að ég bara sendi honum Messenger, ertu til í að spila með mér aðeins? Þannig að þetta er hann Gretar Matt, bjóð hann velkominn, hann ætlar að taka sumar konur með mér. Eins og hafið, höndum þeirra ertu lítið peð, aldrei skaltu svíkja þannig konu, sjá þín hún tekur og hverfur með, þannig konu karlinn skaltu varast, kallar drottinn hjálpar ekki neitt, það sefur enginn sálarlaus maður, sársaukanum fær enginn neinu breytt og í nótt munu
bræður mínir gráta og í nótt munu bræður mínir gráta með hjörtum særð og blá. Að vakna sem sálarlaus maður, líta tilbaka og vita inn í sér að konu sem lægi eins og hafi í brjósti sínu geyma sorgir sker og í nótt munu bræður mínir gráta og í nótt munu bræður mínir gráta með hjörtum særð og blá. Solo, woohoo! Takk fyrir, takk. Þið fáið sjá meira af Grétar og eftir, bíðið bara. En áfram veginn, næst eru það Guðný Lára Gunnarsdóttir og Stefán Þór Viðarsson sem ætla að stíga sig. Stefán Örn, þetta hefur verið vitlaust í auglýsingunni, sko, var það ekki? Stefán Örn. Höfum þetta rétt. Gjörðu svo vel. Þetta er sýningin Dú eftir Rótar. Ég hafði bara gaman að henni.
Þetta er æsi spennandi sýning hérna. Jæja, þá erum við að vera tilbúin. Þetta er allt að koma. Við erum sem sagt Guðni og Stefán. Ég er Stefán. Þá er ég Guðni. Og við erum bara ofsalega þakklátt að fá að vera hluti af þessum flotta hóp. Við viljum að taka 2 lög sem er í miklu uppáldi okkur. Og annað fyrralagi heitir Vegurinn heim eftir Magga Eiríks. Ég hef gaman að segja því ég var á klippistofunum daginn og þá var Maggi þar og ég fór að tala við hann þetta lag og sagði hann ég væri stundum að spila þetta og höfum gefið þetta út. Unnum næstu því Magga-lagakeppnina hérna á Stöðum árið með þessari útsetningu. Þetta er með öðru sæti sko. Það var eitthvað svindl í því sko. En hann sagði að þetta lag hefði aldrei klárast. Þetta lag væri aldrei klárað. Það er kannski rétt, en mér finnst það fullkomið eins og er. En bæði þessi lög eru bara okkur mjög kær og það er aðalega boðskapurinn. Bara lífið er núna. Með armbandið, lífið er núna. Og í okkar 2 lögum þá er það boðskapurinn. Njóta líðandi stundar. Já. Afsakið. Skemmtilegur effekt. Það var einhver skrítin effekt á þessu. Svona. Þessi gamli vegur hefur lengi laðað ferðalang til og frá. Húsinu, þeir sem koma segja þeim sem heima sitja sögur af lífinu. Fólkinu, hver vegur að heiman er vegurinn heim og hamingju sjaldan þeir ná. Sem æða í kapphlaupi við klukkuna og sjálfa sig án þess að heyra eða sjá. Hver vegur að heiman er vegurinn heim og hamingju sjaldan þeir ná. Margir dragi efa það sem áður voru, hyggindi, sannindi, vísindi. Undarlega reynsla ótrúlega margra vistin á jörðinni, ástinni. Hver vegur að heiman er vegurinn heim og hamingju
sem æða í kapphlaupi við klukkuna og sjálfa sig án þess að heyra eða sjá. Sem æða í kapphlaupi við klukkuna og sjálfa sig án þess að heyra eða sjá. Takk fyrir. Takk fyrir það. Næsta lag sem við ætlum að taka heitir Lítu sérkvætt sólalag og er afskaplega fallegt eftir Braga Valdimar. Og við höfum oft tekið þetta á, þetta er svona í okkar útsetningu líka. Við erum með hérna svona hugleiðslu chime til að róa alla. Ekki allir alveg rosalega slagir núna. Og svo notum við svona sjamaníska trommu sem er búin til hérna í sveitinni í restina af laginu. Sér hver draumur lifir aðeins eina nótt, sér hver aldar í senn hnígur jafnan skjót, hverju orði fylgir þögn og þögnin hverfur allt of fljótt. En þó að augnablikið aldrei fyllir stund, skaltu eiga við það mikilvægan fund, því að tár sem fer að burt aldrei nær að græða grund. Lítu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Veist að tímans köldu fjötra enginn flýr, enginn frá hans löngu glímu aftur snýr, því skaltu fanga þessa stund, því fegurðin í henni býr. Lítu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Lítu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Takk fyrir okkur. Takk.
ætlum við að fá hann Gretar Lárus Matthíasson aftur á svið og hann ætlar að syngja fyrir ykkur 2 frumsamin lög. Gjörðu svo vel. Jæja, frændi. Herri, já, ég og Tryggvi erum sem sagt, erum frændur, búin að vera lengi. Já, sem ég veitist. Ömmur okkar voru systur, það ekki, Sæunn og Lára. Það er svoleiðis. Smá ættfræði hérna. Ég heitir sem sagt Gretar Lárus Matthíasson og ég var að gefa út plötu þannig að ég bara með fast tilvalið að taka hérna bara 2 lög af nýju plötunni minni. Eitt lagið það er reyndar alveg 20 ára gamalt. Þetta er allt nýtt á plötunni nema þetta eina lag. Við sömdum það hérna, ég og Siggi bróðir, svona í sammenningu fyrir 20 árum síðan. Guð minn almáttugur. As the shadow creeps and crawls near, oh, my dreams become my darkest fear. I try to escape, but I'm dying. 'Cause all my life I've been living in so much sorrow. As the shivers go down my spine, I can feel my body aching all the time, yeah. Everything that was so bright's now black. I just can't seem to get these demons off my bed, yeah. When everything goes down, oh yeah, I just wanna bury myself in the ground, oh yeah, hell yeah. In this darkness, it's so hard to find my way out of this place. All my memories are drifting away, and I can't keep up with time. It's all fading, it's fading away. When I start to see the light of day, I can feel that I am able to find my way, yeah. All the things that I have seen and done, it's like hell but I won, 'cause I'm still so strong. Oh,
just have to look ahead and stay proud. Oh yeah, in this darkness, it's so hard to find my way out of this place. Now I'm feeling so strange, but I can't give up this fight. I will make it, I'll make it right. Takk fyrir. Þetta var 20 ára gammalt lag. Darkest Fear heiti það. Næsta lag aðeins svona á léttari nótunum. Það heitir Live Sets In. Ég fór út að pall bara heima með gítarinn eitthvað tímann. Já, ég hitti fyrra. Fyrsti svona vordagurinn, sólardagurinn og þá kveiknar eitthvað líf. Lífið að kveikna og þá kveiknaði þetta lag líka. Live Sets In. All I see is blue skies, a couple of white stripes. Everything is casting a shadow from the sunlight. The song is being sung now, most beautiful sound. I feel a ray of sunshine upon my face. I feel that I am found. I feel that I am found. All the different colors, they just come and go. That's how Mother Nature puts on her show. Everything she touches comes to life. You hear it breathing in. The buzzing sound all around tells you that life is setting in. Yeah, life is setting in. All the different colors, they just come and go. That's how Mother Nature puts on her show. Oh, so many options
so many different paths. The fun is on the fast lane, but that's not the one that lasts. It's not the one that lasts. It's not the one that lasts. It's not the one that lasts. All the different colors, they just come and go. That's how Mother Nature puts on her show. Oh yeah, all the different colors, they just come and go. That's how Mother Nature puts on her show. Ég heiti Greta Matt, takk kærlega fyrir mig. Þá komum við að næst síðasta tónlistarmanninum hér í dag. Það er Árni Þór Guðjónsson og hann ætlar að flytja 2 lög. Var þetta ekki rétt núna? Hann er ekki Árni Már eða... Nei. Það er Árni Þór Guðjónsson. En öðlingarnir ætla að vera með honum í þessu 2 lögum og fyrra lagið heitir Leiðin okkar allra með Hjálmum. Gefið þeim gott klapp. Góðan daginn. Hvernig hafið þið það? Hip hip húrei eða hvað? Já, ég er Árni. Ég á mjög erfitt með að heita Árni Þór. Mamma skammaði mig alltaf með millinafninu. Þannig að ég er nú yfirlega kallaður Árni Gauja. Og ég átti mjög erfitt með þetta símtal því ég fekk þetta að ég ætti að spila okkur tónleikum fyrir Tryggva okkar hérna. En á sama tíma rosalega glaður að fá þetta þessa fyrirspurn. Ég ger nú ekki mikið að koma fram einn eins og þið sjáðu, ég hafði bara með mér nokkra kalla í viðbót. Fyrirgeðu Markus minn, ég ætla að sparka í hinn fótina þær, fyrirgeðu. En svo fór ég nú að hugsa hvað á ég að spila. Klámvísur eru víst ekki vel við hæfi á sunnudegi klukkan 4. Þannig ég ákvað að sleppa þeim katalóg öllum, bara svo að laði sig. Mundi þá allt í henni, ég held tónleika á Midgard hérna fyrir nokkrum árum síðan og fekk með mér nokkra kalla í svona, þeir mynduðu fyrir mig svona mini-kallakór, þeir voru bara 4. En við spiluðum hérna eitt lag með Hjálmum og eitt lag með Fjallabræðrum og ég held að við rifjum þetta bara upp. Eru þið klárið strákar eða? Eru þið ready eða? Ef það ekki bara að byrja þetta? Þið megin alltaf bara að taka undir ef þið eru í stuði, sko. Má ég ykkur líka?
ætla mér út að halda. Örlögin valda því, mörgum á ég að greiða að gjalda. Það gömul sag og ný, Guð einn veit hvort leið mín liggur. Og lífið svo flókið oft ég í hjarta hryggur. En ég harka samt að mér eitt lítið knús, elsku mamma. Áður en ég fer, nú ég kominn til að kveðja. Ég kem aldrei framar hér. Strákar! Mánaljósið fegrar fjöllin. Ég feta veginn minn og dyrnar opna og draumahöllin og dregur mig þar inn. Þakkir sendi öllum. Þetta kveðja mín. Já, ég þakkir sendi öllum. Og þetta kveðja mín. Við erum ekkert að kveðja þig samt, sko, þetta ekki þannig, sko. Herðu, við ætlum bara að enda þetta á þessu hérna lagi. Fögru hljóði ég kynntist forðum, við lásum hvors annars hjartalag. Án þess að eyði það ofmörgum orðum, þá það svo enn í dag. Verður dásamlega gaman, detturinn mömmu og afa drengur, sem við pössum saman, sonurinn vaxinn úr grasins og gengur. Vini góða, dætur syni,
Börn og barnabörn, já, já. Og þess vegna erum við hér í kvöld. Þú með mér og ég með þér. Og þess vegna erum við hér í kvöld. Þú með mér og ég með þér. Það svo ótal margt sem upp á kemur, en víst að vinna á meðan best að vera, já miklu fremur en flest annað, alveg það. Brúðkaup eða bless við góðan vin, við stöndum saman hvernig sem fer, bæn eða skýrð og þá mætum við inn og tökum því sem að höndum ber. Vini góða, við eigum dætur syni, við eigum börn og barnabörn. Þess vegna erum við hér í kvöld. Þú með mér og ég með þér. Og þess vegna erum við hér í kvöld. Þú með mér og ég með þér. Og þess vegna erum við hér í kvöld. Þú með mér og ég með þér. Og þess vegna erum við hér í kvöld. Þú með mér og ég með þér. Vini góða, og við eigum dætur syni, og við eigum börn og barnabörn. Þess vegna erum við hér í kvöld. Þú með mér og ég með þér. Og þess vegna erum við hér í kvöld. Þú með mér og ég með þér. Takk fyrir okkur, öðlingar, Róbert Dan. Takk fyrir kærlega. Ég ætla að vona að mér hafi misheyrst eitthvað. Hann var að segja sagði aumingjar. En ég held að það hefur öðlingar, var það ekki? En áður við fáum síðasta tónlistatriði, þá ætla Tryggvi aðeins að fá að koma upp og fara með smá gamanmál. Er það ekki Tryggvi? Ég vil nú byrjaði að fá að þakka fyrir frábæra mætingu. Ég vil taka það fram, ég ekki mikið fyrir að halda ræður. En það ótrúlega mikið af tónlistarfólki og öðrum tilbúið að gefa þessum tíma.
þegar upp á koma áföll. Mér langar bara að þakka ykkur kærlega fyrir komuna og þakka þessu tónlistafólki fyrir að gefa sín tíma. Og svo ætlum ég biðja ykkur öll hérna í salnum að hafa eitt bak við eyrað. Ekki fresta hlutum. Þið vitið aldrei hvenær lífið tekur alveg gjörsamlega óvænta beygju og allt í einu allt sem þið ætluð að gera farið út gluggann. Þannig að munið það, ekki fresta hlutunum. Takk fyrir komuna. Þá komið að eina manninum sem mætti ekki hljóðprufa því hann svo góður. Já, Arnar svo góður. Við bjóðum velkomin KK, Kristján Kristjánsson. Gjörðu svo vel. Já, halló, já, komið í sæl. Æ, hvað gott að koma í svona dæmi með, vá. Ég áþreifanlegt, góð staður til að vera á, takk. Svona, ég ætla nú að reyna að hafa þetta ekki allt of langt að þið eru búin að sitja þarna svo lengi og er ekki orðið þreytt. Ég var búinn að segja fyrir aftan ég ætlaði bara að vera stutt og taka bara 2 lög. Nei, þú verður að bara halda bara 30 lög og eitthvað. Ég segi, já, mikið fólki sem situr hérna úti. En ég sagði, kannski get ég leyft mér að segja hérna sögu, er það alltaf leið? Slepp ég. Þá, hérna, ég skal reyna að vera ekki alltaf lengi, sko. Segja, helvítis trúbordári, þegar þeir byrja að tala það, þeir sko, haltuðu kjaftuðu og syngdu, og segja maður. Ég heiti Kristján og þakka ykkur fyrir að bjóða mig að fá að vera með ykkur. Það er dásamlegt að fá að vera með til svona kringumstæðum. Og ég er 68 ára, verð 69 ára eftir nokkra daga eða vikur. Og það hefur mikið breyst frá því ég var ungur. Ég ákvaði að láta það ekkert vera neitt fá á mig. Ég ætla bara að vera æðrulaus og sigla í gegnum þessar breytingar. Því að ég mundi eftir því þegar ég var 12, 13, 14 ára gamall, það voru svona kallar þá á mínum aldri, 60, 70 kallar, sem voru svo leiðilegir. Þetta var maður komið með þetta síða fallega hár sem var þá nýyrði þá, sko. Annars það voru rakar á hverju götuhorni í gamla daga, sko. Þeir voru allir farnir á hausinn þetta. og einhverjum sérkennilegum fötum og alls konar og svo komu þessi leiðilegu kallar og sögðu hvað er að sjá þig? Þetta er stelpa eða strákur? Sem var svolítið erfitt ef maður var svona lítill sko því maður, já þetta var bara sárt og ég sagði ég ætla ekki að vera þessi leiðinda kall sko. Og alls konar hluti sem að breyta sko, það voru, ég ætla ekki að fara út í það sko. Sumt má alltaf tala og maður veit ekki stundum eitthvað hvað maður að segja stundum og börnum mínu segir, pappi, maður segir ekki svona, og já, ok, þið verður að hjálpa mér þá og svo framvegis. Og svo var það fyrir nokkru síðan, 1 eða 2 ári síðan, þá var ég beðinn um að koma og spila í málningavöruverslun sem heitir Sérefni. Þeir voru alltaf í Ármúlunum og svo skemmtileg málningavöruverslun, selur tjörumálingu sem er mjög óvenjulegt. Og ég þeir voru fluttir svo inn í Kópavogi og ég kann nú á Google Maps og ég bara setti á inn þar og keyrði í smávegis og svo var bara allt inn komið þangað og það eru komin í stóru, nýju, fallegu, svona næstu eins og lagerhúsnæði og bárujárni og þar stóð fallegt skilti upp á gaflinum og stóð Sérefni og hringur utanum og svo fallegt skilti við hliðina á með einhverju málningategund sem ég aldrei heyrt talað og ég hugsa með þessi málningategund er ábyggilega að ryðja sér til rúms og hafa borgað fyrir skiltagerðina þannig að þeir fengu að vera með svona áberandi stað líka. Þetta er málningategundin Blush. Sko, þetta hljómar eins og lygi, ég veit það.
En það eru margir sem að þekkja mig, þeir vita að ég ekki skarpasti hnífurinn í skúffunni. Ég nýbúinn að komast að því og það allt í lagi að vera ekki skarpasti hnífurinn í skúffunni, ef þú veist af því. Það verra eins og þegar ég var yngri og allt mín lengst af ég búinn að halda að ég væri skarpasti hnífurinn og ég vorkenni mest konu minni. Því ég vissi allt best, hvernig átt að gera hlutina og hvað og svo framvegis og ég hugsaði þessu auðmíka konur sem þurfa að horfa upp á þetta, sem vita allt miklu betur en maður sjálfur og þurfa að horfa á þessa vitlýsing að vera ráðöllu. Sjáu í konurnar, það vita hvað ég að tala það er glotta. Þið vitið þetta, en það ógeðslega næst þegar maður búinn að koma á staði, maður ekkert skarpasti hnífur. Það næst staði til að vera vitlaus, sko. En svo þetta miðan dag, ég átti að spila hérna kvöldið og ég búinn að finna staðinn sem sagt og ég komin fyrir daginn, bara upp úr háti á föstudegi, ég átti að spila kvöldið og ég komin fyrir daginn til að setja upp lítið kerfi á svona og ég sé að fyrir neðan stóru skiltin eru 2 lítilskilti, stendur lager og verslun. Og ég fer inn í verslunina. Og eins og ég segi þér, þegar maður eldist þá breytist allt svo margt, sko. Og þetta var öðruvísi heldur málningu voru verslanir voru þegar ég var yngri. Þá var það stórt bretti út á miðju gólfi með 100 lítra tunnu á hvítri málningu og einhverjir kallar í hvítum sloppum og þetta var fullt af litlum flöskum og ég pældi ekkert í þessu. Og þegar ég kem inn þá maður þarna sem að kannast eitthvað við mig og ég kannast eitthvað við hann og hann segir blessaði Káka ísmegilega og ég kannast eitthvað við hann og segi blessaður hérna, ég kannast eitthvað við, ég man bara ekki hvað hann segi við hann. Við vorum saman í AA, segir hann. Og það var eitthvað skrítið í gangi svo ég segi við hann, býtu, þetta ekki sérefni, segi við hann. Þú færðu allt sérefni svo þarft hér. Og ég hugsaði mig, það eitthvað skrítið í gangi hérna. Hann sennilega byrjað að fá sér aftur. Og ég horfi í kringum mig og ég sé að 2 ungar stúlkur sem virðist vera að vinna þarna og ég sný mér að þeim og sagði, jæja stelpur, ekki partí í kvöld? Þeim stökk ekki bros og horfðu hissa á gamla mannin og sagði, nei, býtu, þetta ekki sérefni? Nei, þetta kynlífsleiktækjaverslunin Blush. Nú segi ég, sérefni hann hinum megin í húsinu. Þetta dagsatt, sko, ég fór út og þegar ég kom út þá ég lærði það að maður veit maður orðinn gamall þegar maður fer inn í kynlífsleiktækjaverslun og heldur maður sig í málningavöruverslun. En það versta við þetta, ég hef stundum spilað síðan þetta var, ég spilað nokkuð skipti á elliheimilum og ég hef sagt þess að sögu hérna, prófa það og það vita allir á elliheimilum hvað Blush er. Sem mjög óþægilegt. Það svolítið eins og að vita foreldurinn sé henn að gera það, sko. Það óþægilegt. Ok, Arnar Döðnir, takk. Dásanlegt hljóð hérna uppi, takk fyrir. Svo maður það þýðir ekkert annað að vera, þegar maður á minnstað þá þýðir ekkert annað en að vera æðrulaus. Og hérna, ég ætla að spila fyrir ykkur lag sem heitir að fara út á æðruleysinu og ég ætla að biðja ykkur að flauta með mér í viðlögunum þegar það á við. Ekki flauta með ég að syngja textan. Það truflar mig og þá er ég að ruggla þér, sko. En ef ég skal segja ykkur til þegar ef ég að taka hérna æfingu, það er svona. Bara flauta eitthvað. Það er ekki hægt að hlæja og flauta. Þetta er mjög fínt, þetta lofa góðu. Út
út á æðruleysinu ég ræ. Í ró og næði sigli ég minn sæ. Ég hlusta á öldur gjálfrið kyrja látt. Hvernig hægt að hefa æðri mátt sem hefur skipað mér á sess með einfaldleika þess. Ég sitji einn á þóttunni og bíð. Hver á sig betur og einfaldara líf. Líf sem allir virðast þrá. Það það sem allir vilja fá. Hafa meir en nóg að því. Einfaldara líf. Vá, hvað það var flott hjá okkur. Já, dagur líður, nóttin færist nær og blessu sólin kissir rauðan sæ. Ég sigli höfn leið og sólin sest. Út á sjó gott að vera en heimi best. Ég veit að fyrir rest það einfalda best. Hvað að gera næstu helgi? Dagurinn í dag var mér svo kær. Mér leiðist ekki lífið öðru nær. Dagurinn í dag var hít og sól. Ég tók mig frí og sildi út á sjó og gula þorskinn dró því ég einföld aflakló. Hvernig hægt að hefa æðri mátt sem hefur skipað oss á sess með einfaldleika þess. Já, já, þetta einfaldara líf. Æðislega soundið, takk. Takk okkur hérlega fyrir. Okay, taka eitt viðbót. Kærleikur og tíminn læknar sár. Eitt ár í tímans hafi 100 ár. Við erum vinir, þú og ég, og við örkum þennan veg, þú og ég, þú og ég. Ok, það var mjög flott, Markus. Markus var einn að syngja með mér. Ok, það er nokkuð séns í viðbót. Hamingjan fyrir handan horn. Hún liggur þar og bíður stundarkorn. Og við röltum, þú og ég, öðru hvoru hennar veg. Þú og ég, þú og ég, þú og ég. Ó, já. Eitt víst og engu færði breytt. Að þú og ég, við erum yfirleitt. Alveg eins og ver og ber, alveg sama hvernig ver. Woohoo! Andans heimi vítt til vegg og hátt og sátt að dyrum lokið upp og gátt. Týndi sauðir, týnast heim, teknir opnum höndum tveim. Þú og ég, þú og ég, þú og ég. Kærleikur og tíminn læknar sár.
Einn tár í tímans hafi 100 ár. Verum vinur þú og ég og við öskum þennan veg, þú og ég. Já, 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 þú og ég. Einu sinni enn, þú og ég. Takk fyrir. Takk fyrir, hæ. Takk fyrir. Hérna, ég held að stefni í bara mega samsöng hérna og allir sem komum upp á svið og syngja og svona ekki. Var það ekki planið? Vilt þú taka yfir? Kannski? Komið þá bara sem ætla að syngja, allir. Verið ekkert feiminn, komið bara öll sömul upp á svið og við ætlum að syngja saman Vegbúan. Og allir að syngja með sem að vilja og geta komið. Ég byrjaði í mikrofónum og svo fer ég, þegar þetta er komið af stað og svona, þá syngi ég bara með ykkur og við þurfum ekkert að hafa áhyggjur á mikrofónum og svona. Það er blíðina. Þú vilt að ég bara sé, sko. Ég sé. Komið þið bara. Vilja fleiri koma að syngja? Það er pláss hérna á sviðinu. Á ég að velja? Okay, allt í lagi? Ok, já, ég ekki bara byrja og svo dettum við bara inn. Nei, vitlaust. Færð aldrei að gleyma þegar verður á skjá. Þú átt hvergi heima nema veginum á. Langur í hjarta og viskunar hól. Þína eigin ótroðnu slóð. Vegbúi sestu hjá, segðu mér sögu, já segðu mér frá. Þú áttir von, nú vonin farin á brott, flogin í Eitt að dreyma og annað að þrá. Vaknar að morgni veginum á. Vegbúi sestu hjá, segðu mér sögu, já segðu
Eitt í viðbót. Ég meitt lag sem að kórinn kann hérna og þið líka. Við endum á því og hérna, það er bara í, það er í A. Það er smá formáli fyrst, það er svona